ég hef séð börn byrja á ADHD-lyfjum sem að líður skelfilega illa og það bara eins og að gefa þyrstum manni vasklas. Já. Það er svona eins og birti upp fyrir þeim, bara logg, þú veist, að heimurinn verður skýrari, samskipti verða einfaldari, það þarna hjálpa þeim ótrúlega mikið að fá lyf. Já. Þannig að ég verð alltaf smá svona skeptísku þegar fólk byrjar að tala þessa ofgreiningu og ofnotkun lyfja við ADHD, að það ákveðin hætta þar, að það býr til skömm. Það býr til ákveðna skömm. Barnið mitt í raun og veru með ADHD, þarf það nokkuð að vera á lyfjum, eða ömmurnar og afarnir. Þarf barnið þitt í alvöru að, þarftu ekki bara aðeins strangari mamma, eða þurfið ekki að vera aðeins betri uppalendur. Lang flesti foreldrar að leggja sig ofboðslega mikið fram við uppbyldi barna sinna. Maður heyrir alveg af mömmum eða foreldrum sem að ekki að standa sig. Lang flestir að leggja sig rosalega fram og að eyða tíma með börnunum sínum. Og en samfélagið gerir kröfu mjög mikið og svo dynur á það líka, barnið þitt nokkuð með ADHD, þarf það nokkuð að vera á lyfjum, en lyf, ég hef séð börn bara algjörlega, það bara eins og nótt og dagur fyrir það að byrja að taka lyf og eftir að taka lyf. Þannig að þetta svolítið eins og þú segir með eldri kynslóðina, þú veist, ég hef oft heyrt mitt bara, það voru bara, það bara annað hvað með aðeim ADHD, það var nú engi með ADHD þegar ég var í grunnskóla og maður alveg, já, ok, þú veist, en tossarnir, þú veist, því að, þú veist, ég greind með ADHD, 30, sko, og það var bara einhvern veginn, að því ég gæti alltaf lært, ég var alltaf með 8 og 9 í öllu, sko, að því að ég svona bara var rosa fókusir á og mér varst gaman að læra, en þess vegna hélt ég ekki að ég væri með þetta, en þú veist, það margt annað. Og líka það, þú ert náttúrulega alin upp, nú veit ég ekki hvað áhorfendur vita mikið þitt uppeldi, en þú ert náttúrulega alin upp á hjara veraldar. Já, og bara í aðstæðum þar sem að sko eiginlega príma fyrir ADHD börn, bæði yfir þetta umhverfi í kringu þig sem að þarna bara náttúrulega frábært, en líka það ekki sjónvarp og það ekki önnur börn úti og þú veist það truflaði, þú veist með foreldræðina sem geta aðstofað þig, bæði svona sterkir og góði foreldrar og þarna, þannig að þarna, ef þú hefðir verið í dag, þú veist, með samfélagsmiðla og krakka í næsta húsi eða á stigaganginum og þú veist, allt í gangi og það eru fimleikar og fótbolti og allt sko, það hefði kannski verið miklu flóknara fyrir foreldraðin að ala þig upp og það hefði verið erfiðara fyrir það að fá 8 og 9, skilur. Já, þetta er góður punktur, já, ég veit mitt. Þannig að þetta góða umhverfi sem kemur á annar stað sem þú ert í dag, gerir það kannski að verkum að ADHD greindist ekki fyrir en þú ert að vera 30, skilur. Einmitt, og það var alveg margt sem að ég hugsaði bara eftir á og bara svona, þú veist, ef ég sletti bara make a sense, veist, svona alls konar, veist, ég á auðveldara eftir að ég greindist og ég tek lyf, að þá ég auðveldara með samskipti og bara einbeitingu í samtölum, þú veist, allt þetta, þú veist, ég svona, það, þú veist, fyrir mig hjálpar þetta mjög mikið, sko, að því ég var bara óskipulegasta manneski heimi, ég það alveg, en þú veist, en ég ásamt auðveldara með rosalega margt og en ég fæ mitt þessa skömm þegar að tala þetta í fjölmiðlum til dæmis að þá ég alveg býtu, ég kannski ekkert með þetta og ég bara eitthvað, taka eitthvað leysing, þarf ekki og mér finnst það svona að við erum rosa fljóta að fara í einhverju svona, að reyna að finna eitthvað að öllu. Mér finnst það að vera bara svolítið þjóðfélagið einhvern veginn. Já, eða það líka sko fjölmiðla umræðan, það eru sum mál sem að hendi ekkert rosalega vel svona hefðbundni fjölmiðla umræðan. Notkun ADHD-lyfja. Það alveg örugglega einhverjir sem að þurfi ekki að taka ADHD-lyf sem ekki að taka ADHD-lyf. Já.
það er alveg pottitt mál. En það er ekki það sem að við þurfum að hafa áhyggjur af. Nei. Við þurfum að fagna því að börn sé að fá lyf sem virkilega þurfa á því að halda. Og hugsanlega er þetta eitt af þeim sviðum sem við erum að standa okkur mjög vel á. Greina börn með ADHD og gefa þeim lyf. Með hegðunarvanda í skólum. Það eru krakkar sem er að beita ofbeldi. Það eru krakkar sem er að beita ofbeldi og eru bara komin á mjög hættulegan stað. Og ég er alveg viss það að það eru fleiri krakkar í dag sem eru á hættulegri braut og þau eru að sýna hættulegri hegðun heldur en var fyrir 20-30 árum síðan. Ég efast ekki það. En langflest af þessum börnum sem er að missa stjórn og skapi sínu í skólum, þetta eru krakkar sem er ekki það sem ég kalla þau ekki sína ofbeldi, heldur þau missa stjórn og skapi sínu. Þau eru í aðstæðum sem þau ráða ekki við. Þetta eru kvíðnir krakkar. Þetta eru krakkar sem hafa upplifað mikil áföll. Þetta eru krakkar í miklum námsvanda og eiga við, eða jafnvel krakkar sem eru við málþroskaraskanir að stríða. Og þannig að þessi umræða hendar illa, flókin mál henda illa svona fjölmiðla umræðin. Þannig hún verður svolítið einsleit. Það er stærri hópur barna sem er að sýna alvarlegt ofbeldi í dag heldur en fyrir 30 árum síðan. Það er samt 99% barna sem er ekki að gera það. Skilurðu? Og börni sem er að missa stjórn og skapi sínum í skólunum, það er ekki þessi börn. Það er annar hópur. Börni sem eru komin er svona leiðast út í gengjastarfsemi, fann að bera vopn og annað slíkt. Oft, ég er ekki að segja alltaf, en oft á tíðum er þetta börn sem að annarkvort mæti ekki í skólan eða er ekki endilega til vandræði í skólanum. Það er bara staðu sem þau hanga á fram yfir hádegi og svo fara þau að gera eitthvað af sér. Þau eru búin þar.